Komið sæl og blessuð, öll sömul sem eru að horfa og hlusta. Hér koma spil dagsins og það er bara dagurinn í dag. Ok, þessi hoppað út. Það er skemmtilegt þegar að spilin stökkva á stað. Það er spilið Look Ahead, eða horfðu fram í tímann. Það er verið að tala um hérna að plana hlutina, gera áætlun og undirbúa sig vel undir það sem er framundan. Ef þið standið í einhverju stórræðum, þá er það bara mjög mikilvægt að búa sig undir það sem kemur. Kannski þið í dag í þeim sporum að þið eru að undirbúa framtíðina, bara til lengri tíma. Þá þurfum við að hafa svona ágætis svona framtíðarsýn og kannski bara vera búin að ákveða hvar þið ætlið að vera á ákveðnum tíma. Þið verið líka að gera ykkur grein fyrir því að þessi plön sem þið eru að gera í dag, þau munu hafa áhrif á hvernig hlutirnir verða. Því að þið eru í raun og veru að skapa með því að gera plön. Og ef að þið eru að glíma við einhverja erfiðleika eða eru á einhverjum svona miður góðum stað í dag, þá er verið að minna ykkur á það að sú staða er tímabundin og það eru betri tímar framundan. Það fer svolítið eftir viðhorfi ykkar sjálfra og hvernig þið takið á hlutunum sem koma til ykkar. Þið megið ekki óttast eða kvíða því sem á eftir að koma, kvíða framtíðinni, það er ekki til neins. Þetta er spurningin að vinna með núið. Þið stjórnið ykkar eigin lífi og þið hafið vald til þess að breyta. Þannig að ef það er eitthvað í ykkar lífi sem þið viljið breyta, ef ykkur finnst þörf á að taka einhverja aðra leið, þá er bara að gera að byrja á því sem fyrst og taka það bara í litlum skrefum ef þið þurfið. Og horfa líka inn á við og spyrja sjálf ykkur, hvar er ég stödd eða staddur? Er ég þar sem ég vil vera? Svo var það sem kom hérna í síðasta myndbandi, þá var verið að tala að biðja hjálp. Og þó okkur finnist einhver sem býður fram aðstoð sína, þó okkur finnist að koma úr einhverju skrítinni átt sem við erum ekki vön, að að gera að þiggja alla hjálp sem býðst, því að hún gæti orðið að liði, þó við sjáum það ekki fyrir okkur akkurat í augnablikinu. Og fuglarnir tveir sem sitja hér, þeir eiginlega minntu mig á þetta því að það voru fuglar í gær, eða í síðasta lestri sem voru þarna í formi vina.
og þetta svona pínlítið framhald af því. Hér höfum við annað fugl. Það krákan og spil sem heitir Influence eða áhrif. Krákur herma eftir. Þær herma eftir mannfólkinu, þótt ótrúlegt megi virðast, og taka líka upp, taka jafnt upp siði sem ósiði. Krákur hafa orðið drukknar og þær hafa reykt eða hent eftir fólki með það að reykja. Ég hef sennilega ekki dýrar en að keypti það, en það stendur inn í bókinni, þannig að það hlýtur að vera satt. En spurningi fyrir þig ert þú að verða fyrir áhrifum af einhverjum í kringum þig, og þá ég aðallega að meina slæmum áhrifum? Ertu að láta einhvern annan svona ýta undir að þú beinir lífiðinu ekki réttan farveg? Það getur verið einhver í lífiðinu sem með einhvers konar völd eða bara það sterkur persónuleiki að þú annaðhvort lítur upp til viðkomandi eða þú vilt komast á þann stað sem hann og þá svona ósjárátt ferðu kannski að taka upp einhverja hegðun eftir honum sem þú myndir annars ekki gera. Það alveg gott að blessa það, en það verður þá að vera jákvæð hegðun, og það að vera góð fyrirmynd náttúrulega bara frábært, og að hafa góðar fyrirmyndir í kringum sig ómetanlegt. Þannig að þetta svona eitthvað sem þú þarft að skoða, fyrirmyndirnar þínar, áhrifin þín, ertu þinn eigin herra eða frú eins og við vorum að tala hér að plana sitt eigið líf, eða einhver annar að stjórna lífið þínu? Áhrif frá öðrum geta auðvitað verið góð og þau geta hjálpað, og það getur verið gott stundum að þekkja vini á réttum stöðum, eins og við segjum stundum. Það getur flýtt fyrir hlutum eða gjört hluti auðveldari. Þannig að það eitthvað sem að þið að spá í, eða einhverja kringumstæður sem tengjast þessu. Svo megið alveg skoða svona yfir líf ykkar, hvort þið hafið alltaf verið við stjórnvölinn í eigin lífi, eða hvort að núna sé til vill komið tími til að taka stjórnina, gera breytingu. Þannig að það eitthvað með framtíðina, taka stjórn á eigin lífi og plana eitthvað nýtt. Það þurfi ekki endilega að vera stóri hlutir eins og gjörbreyta lífinu, það geta verið bara litlar í gæsalöppum ákvarðanir sem að þið að velgjast með, sem að hafa svo bara jákvæð áhrif fram í tímann. Þetta skilaboð dagsins. Síðan það þessi fallegu íslensku spil sem heita Vegvísir kærleikans eftir Guðlaugu Snorradóttur. Og hér skilaboð inn í daginn. Ég tek á móti kærleikanum, hann heilar hjartað mitt. Ótrúlega fallegt, berin minna á grósku, sumarið, haustið, fram í tímann, því að nú vetur. Og það taka á móti kærleikanum, taka á móti ástinni, taka á móti aðstoð, eins og var verið að tala síðast.
kærleikurinn getur svo sannarlega haft mikil áhrif og það er bara jákvætt að láta hann hafa áhrif á líf sitt. Sérstaklega ef okkur finnst við þurfa einhvers konar heilunar við. Þannig að vera vakandi fyrir því ef einhver er að bjóða okkur ást eða kærleika. Að vera vakandi fyrir því að taka á móti honum og gefa þá kannski á móti. Ok, svo mörg voru þau orð. Takk ykkur fyrir að horfa og hlusta. Ljós og kærleikur.